Vertu tilbúin til að vekja verkfræðingin innra með þér. Í dag munum við kafa ofan í heim eins mesta hugsuðar sögunar, Leonardo da Vinci. Da Vinci var sannkallaður endurreisnarmaður, frægur fyrir ótrúleg framlög sín til listar og vísinda. En vissir þú að hann var líka snjallt verkfræðingur? Ein merkilegasta uppfinning hans sjálfberandi brúin, meistraverk verkfræði og einfaldleika. Þessi brú ekki bara sögulegur hlutur, hún sönnun þess að Da Vinci gat hugsað út fyrir boxið. Ímyndu þér að byggja brú alveg á nagla, reipa eða lims. Ljómar ómögulegt, ekki satt? En Da Vinci tókst það með því að nota flittaða bjálka á snjallan hátt. Í dag munum við sýna þér hvernig þú getur byggt þetta meistaraverk í smækkaðri mynd. Sjálfberandi brúin frábært dæmi nýjungahug Da Vinci. Hann hannaði hana til að vera fljótt hægt að setja hana saman og taka hana í sundur, sem gerði hana tilvalna fyrir hernaðarlegar þarfir eða neyðartilvik. Fegur þessarar hönnunar liggur í einfaldleika hennar og skilvirkni. Brúin hægt að byggja með aðeins nokkrum trébjálkum og getur samt borið talsverða þyngd. Snillt þessarar hönnunar liggur í fullkomnu samspili þyngdar og staðsetningar bjálkana. Hver bjálki sem bætir við stýður þann fyrri og skapar stöðuga og sterka byggingu. Þessi bygging ekki aðeins skilvirk, heldur einnig ótrúlega sterk. Samflettuðu bjálkanir dreifa þyngdin í jafnt og tryggja stöðugleika brúarinnar jafnvel undir álagi. Þetta virkar svona. Bjálkanir settir í grindarmynstur. Hver bjálki settur á ská yfir þann fyrri og læsir næsta bjálka á sinn stað. Þyngd bjálkana tókar niður og inn sem stöðugar brúna. Til að byggja þína eigin brú þarftu 8 til 12 trestykki, eins og handverksprjóna eða trestangir og slittan flöt. Byrju á því að setja fyrsta bjálkan lárétt. Settu annan bjálkan á ská yfir hann. Settu þriðja bjálkan á ská í gangstæða átt yfir annan bjálkan. Haltu áfram að flitta og raða bjálkunum. Haltu jafnvægi. Því fleiri bjálka sem þú bætir við, því stöðugri verður byggingin og myndar bóka. Að byggja þessa brú ekki bara fræðandi, heldur líka mjög skemmtilegt. Það frábær leið til að skilja meginreglur verkfræði og eðlisfræði. Með hverjum bjálka sem settur muntu sjá hvernig byggingin verður stöðugri og sterkari. Þessi handvirkavirkni fullkomin fyrir bæði börn og fullorðna og býður upp á einstaka leið til að tengjast snillt Da Vinci. Skemmtileg staðreind. Da Vinci hannaði hana til að vera fljótt hægt að setja hana saman og taka hana í sundur, sem gerði hana tilvalna fyrir hernaðarlega þarfir eða neyðartilvik. Það ekki ótrúlegt? Prófaðu þetta og komdu vinnum þínum á óvart með verkfræðilegri snillt Da Vinci. Skemmtu þér við að byggja, hægt að setja saman og taka í sundur fljótt sem gerir hana tilvalna fyrir hernaðarlega þarfir eða neyðartilvik. Það ekki ótrúlegt? Prófaðu þetta og komdu vinnum þínum á óvart með verkfræðilegri snillt Da Vinci. Skemmtu þér við að byggja, verkfræðilegri snillt Da Vinci. Skemmtu þér við að byggja.